1749 fyrir, þar sem spurt hversu mikinn varma þarf til þess að breyta 12 grömmum af ís, sem með mínus 10 gráðum Celsius yfir í gufu á 100 gráðum á Celsius. Við höfum að sýna svarið í júlum, kaloríum og British Thermal Units. Og ef þið skoðið töflur á blaðsíðu 585 og blaðsíðu 587, þá sjáið þið C-stöðlinn, varmastuðl C, og svo sjáið þið hérna, fasabreitingastuðlinn hérna L, töflunum hérna, og ég búinn að setja þær hérna inn, og hérna við erum að velta fyrir okkur, hvað að gerast frá því að hlutur sem vatn í raun og veru, hann ís, og hann breytist yfir í að vera gufa. Nú, hann fastefni fyrst til að byrja með, og hérna hann bráðnar og þá fer hann yfir fasamörk, þannig að hann verður vökvi, eitthvað svona vatnspollur, og svo síður hann og þá verður hann svona gufa, svona gufu upp. Og hvað þýðir þetta í raun og veru? Jú, hérna erum við með eitthvað Q-ís, þar sem við förum frá mínus 10 gráðum á Celsius niður í 0, ekki satt, og plús Q fasamörkin sem það bara Q bráðnun við 0. Ok, svo förum við hérna frá 0 gráðum og upp í 100 gráður á Celsius, og þá erum við með Q vatn, og svo gerum við ráð fyrir því að við 100 að þá verðan gufa, og þá stoppum við, og það þýðir Q gufa. Ok, og við förum í bókina og finnum jöfnuna fyrir þetta allt saman, að þá erum við, þegar við erum með fasamörk, þá notum við þessa jöfnu hér, og skellum þessu hérna inn. Skulum fara í þetta rétt strax og fylgist þið bara með þessu rólegheitunum. Og þegar við erum í föstu efni, gasi eða í vökva formi, og þá notum við hvað er þessi jafna? Kjafstarina. Hvar er hún? Finna hann eitthvað staðar hérna. Hún er hérna notuð hérna. Hún var undan af verið. Ekki þessa heldur, þessa hérna. Þessi hérna. Þannig að, svo er svolítið flott að þið verða að passa ykkur á því að reyndar alltaf að reikna í Kelvin, en málið það að með Celsius kvarðan að hann breytist jafn hratt línulega, og hérna Kelvin og Celsius breytast jafn línulega, en ef við værum gefið í Fahrenheit þá þurftum við að breyta í Celsius eða Kelvin. En málið það ef við drögum 32 gráður frá 100 gráðum eða eitthvað, þá erum við með sama hitamunnsmann í Kelvin og Celsius, þannig að það skiptir ekki máli hvort við notum þegar við erum með delta-T. En í þessu tilviki að þá værum við með, ef við aðeins setjum þessar jöfnur hérna neðan inn, þessar jöfnur hér inn í þetta sem við vorum að skrifa hérna rétt á hann, að þá strókum við þetta hérna út og segjum Q-ís, þegar við erum í ísformi, þá erum við með eitthvað M, massi á ísnum, massi, ís, hvað er þetta bara massi? Þetta er bara efni fyrir okkur, bara H2O. En fyrir okkur þetta bara massi, við erum alltaf með sama massan, þú veist, þá sé ekki alveg rétt, og þá gerum við ráð fyrir við sem er samfara, sem sé ís, sinnum hita mismunurinn sem að við förum frá mínus 10 niður í 0, sinnum delta-T, ís, og við þurfum að leggja fasamörkin ís vatn við, sem er þá
massi sinnum L í vatn, ísvatn bara, pluss Q-watt sem þá massin, sami massin sinnum C vatn, sinnum hita mismunurinn, delta T, pluss M, massin, sami massi sinnum vatn gufa. Ok, ég vona að þið áttið ykkur á konseptinu sem ég að fara hérna. Nú, sko, það sem við getum gert í raun og veru hérna strax, við getum tekið M hérna út fyrir til að stytta okkur þetta allt saman. Ég ætla að massin, við breytum massanum í hvað 0,012 kíló. Svona. Og getum tekið massan út fyrir, þannig að við erum í C-ís, delta T-ís, pluss L-ís, pluss C-vatn, sinnum delta T vatn, pluss L vatn yfir í gufu. Og nú ætlum við að stifla þetta inn hérna, hvað við erum með. Setjum inn í þessa jöfnu hérna. Þá erum við með massan sem 0,012 kíló sinnum C-ís, og við förum hérna í töfluna, þá leitum við hérna C-ís hérna cirka, já, hérna erum við með hann, 2100 joule á kíló á Kelvin, joule á kíló sinn Kelvin, og sinnum hitamismunurinn TI, hitamismunur eru 10 gráður, þannig að við segjum bara sinnum 10 gráður, og við getum sett Kelvinin á því að eins og ég var að segja rétt á hann, þá er hita Celsius og Kelvin til fylgjast að. Þannig að við þurfum ekki að breyta úr Celsius í Kelvin, og við leggjum við þetta L-ís, og þá fyrir við í L-ís. Hvað er nú L-ís hérna hjá okkur? Við erum með vatn, við erum með koparinnir, etanól, vatn. Já, við erum með vatn hérna, já, akkurat. Og við förum hérna í gegnum Heat of Fusion LF. Heat of Fusion er að fara úr hérna föstu í fljótandi eða fljótandi í fast, þannig að við erum með pluss 334 sinnum 10 í þriðja joule á hvert kíló, og hérna, þetta er skoðið hérna reyndar, þá styttist hérna Kelvin hérna út ef við förum aðeins hérna undan, þannig að þetta verður sama jafnan, og hérna erum við með kíló, þannig að eftir þegar við mörgundið þá stöttum við kílónu út og eftir sendur joule. En ok, við erum ennþá stödd í þessum hérna, og við ætlum að setja inn hérna C-VAF sinnum delta T-VAF, og C-VAF er þá sem mikið sem vatnina liquid 4190 pluss 4190 joule á kíló sinnum Kelvin, og við erum farin frá 0 til 100, þannig að við erum með sinnum 100 á Kelvin, pluss L-VAFG sem er heat of vaporization, að því við erum að fara úr liquid, úr vökvaformi yfir í gufunarfasa, og það er fyrir vatn er það 2000, hérna í þessari töflu hérna, 2256 sinnum 10 í þriðja. Ok, nú ætlum við að slá öllu þessu tölum inn, og þegar við erum búin að slá þessu upp, þessu hérna, þá fáum við 36.360 joule, og við erum með 3 markvarða aukastafi í þessu dæmi, þannig að við þurfum að fleygja þessu yfir í svona staðform hérna, 3,64 sinnum 10 í fjórða joule, og við þurfum að breyta því yfir í kaloríur, þar sem við vitum að 1 kaloría er
sem sagt 4,186 joule. Þannig að ef við deilum þessari, ef við deilum í þessari tölu hérna með 4.4,186 joule, sem sagt á hérna hverja kaloríu, þá eigum við að fá 8,70 sinnum 10³ kaloríur. Og nú ætlum við að breyta þessu líka, sem sagt, við þurfum að breyta þessi í British Thermal Unit. Þannig að ég ætla að stroka þetta gumsið upp í burtu. Og við erum sem sagt með 3,64 sinnum 10³ joule deilt í 1055 joule á hverja British Thermal einingu, og ef við sláum þessu inn þá fáum við cirka 34,5 British Thermal Unit. Þannig að þá erum við